And I thank God for the opportunity to do so today again. Og ég þakka Guði fyrir tækifæri til þess að fá að gera það aftur í dag. I want to talk to you on the subject, let me love you. Mér langar til þess að tala efnið, leyfðu mér að elska þig. Ephesians chapter 3 verse 14 to 19. Og þetta lesum við úr Efesusbréfinu, 3. kafla 14-19. For this reason I kneel before the Father, from whom his whole family and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and how long and how high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðirni fær nafn af á himni og jörðu. Megi hann gefa þér af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður, til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hve kærleikur Krists er víður og langur, hár og djúpur, og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. One of the amazing truths that we hear preached from this pulpit over and over again Þetta einn af þessum stórkostlegu sannleikum sem að þið predikaðir hér frá þessu púlti aftur og aftur. is the truth that God loves us. Og það þessi boðskapur að Jesús og Guð, hann elskar ykkur. Nobody in this building today can deny the fact that God loves Það us. enginn hérna sem að getur neitað því að Guð elski hann. And from time to time we also hear testimonies from people who have had an encounter with God. Og stundum heyrum við vitnisburði frá fólki sem hefur átt svona augliti til auglitis fund með Guði They've encountered his love in an amazing way. og hafa upplifað hans kærleika á stórkostlegan hátt. A love that looked beyond their faults, Og það segir það ekki? that looked beyond their faults and brokenness. Já, það þetta sem að nær yfir brot þeirra og þeirra brostna hjarta. And God loved them for who they were. Og Guð elskaði bara hvernig nákvæmlega eins og þau eru. In my lifetime, I've had some intense experiences with God's love. Og ég hef upplifað ýmislegt mjög sterkt með Guði í sambandi við hans kærleika. I've had two distinct experiences with the love of God when I was in ministry. Og það svona tveir sem að standa upp úr á mínum þegar ég hef verið að starfa fyrir Guð, þá tvennt sem ég man sérstaklega eftir. Those were times when I placed myself under condemnation. Og það var þá sem að ég var svona í fordæmingu og setti mig sjálfan mig í fordæmingu. When I believed that I have failed everybody. Þegar mér fannst ég var brugðist öllum. God loved me more than I ever expected he would. Það elskaði Guð mig meira heldur en ég átti nokkru sinni von á. I can tell you, I know what unconditional love is. Og ég get sagt ykkur hvað skilyrðislaus ást er. I know what it means to have the Father love you beyond your faults. Ég veit hvernig að leyfa föðurnum að elska sig fram yfir alla bresti. And those were dark days in my life. Og þetta voru dimmir dagar í mínu lífi. There was a time when I was carrying some scars from the past. Og það var tímabil þar sem að ég var með úr fortíðinni. I grew up in a nation that was notorious for its policy of racial segregation. Ég ólst upp í landi sem var þekkt fyrir svona kynþáttamismun. Believe it or not, I'm black in my country. Hvort sem ég trúði ekki, þá ég svartur í mínu landi. I'm blonde here, but I'm black there. Ég ljós hérna en ég svartur þar. I know the scar. I know the experience of being what is termed as a second-class citizen. Ég þekki hvernig það að vera svona annars flokks borgari. Where legislation is against you. Þar sem að í rauninni, ríkið á móti þér, eða sem sagt ríkisskráin, eða stjórnarskráin segi. I went through the first part of my ministry and I hated white folk. Sorry, I can hear you. Your back's to me, I couldn't hear you. You didn't want to hear that. Okay.
I went through the first part of my ministry and I hated white folk. Já, ég fór í gegnum fyrir hluta minna þjónustu og ég hataði hvítt fólk. It's amazing the sense of humor that God has. He sent me here. Ótrúlegur hvernig svona kímnigáfa Guðs að senda mig svo hingað. And so I came through Bible school. Ég fór í gegnum biblíuskóla. I had a messed up mindset. Og svona hugur minn og svona hugsanagangur var bara einhver skrítin. I studied the word of God. Ég stúderaði orð Guðs. And there were some guys with me that were just radical. Og það voru svona menn sem voru með mér sem voru voðalega svona róttækir. They wanted to overthrow the government. Þeir vildu hrinda stjórninni koll. Sometimes I couldn't even believe that they were Christians. Og ég trúði stundum ekki að þeir væru kristnir. And I came through all of that stuff. Og ég fór í gegnum allt þetta. And one day I was in another country. Og einn daginn þá var ég í öðru landi. And the speaker asked the question. Og predikarinn spurði. If there is one thing that prevents you from loving your city. Ef það einn hlutur sem kemur í veg fyrir það að þú elskir þína borg. God wants to deal with that now. Þá vill Guð eiga við það núna. I was in an apostolic conference. Ég var á svona postulegri ráðstefnu. Dealing with how to pray for revival in nations. Og þar var verið að svona að komast betur að því hvernig hægt að biðja vakningu við þjóðir. So yeah, I'm faced with this question. Þannig að þessi spurning kom til mín. I knew that inside of me I did not have a clue as to how to love my city. Ég vissi að innan í mér að þá hafði ég ekki hugmyndu hvernig ég átti að elska borgina mína. Because I hated my city. Af því að ég hataði borgina mína. Now I've been preaching the gospel for a long time. Ég var búinn að predika fagnaðarerindi í langan tíma. But I was at that point where I had been carrying the scars of the past. En á þessum tíma að þá kom ég að því að þurfti að fyrirgefa þessi ör úr fortíðinni. My dad was as fair as Ivar. Pabbi minn var eins fair. Já, bara ljós. Já, okay. Það sangjart, skilur. My mother was twice as dark as me. Og móðir mín, hún var tvisvar dekkri en ég. They were married. Og þau voru gift. And still are. Og þau eru það enn. But do you know, my parents were never allowed to sit on public transport together. En foreldrar mínir máttu aldrei sitja saman á svona í strætó eða einhverju svona samgönguleið. Because he was considered white and she was considered black. Af því að hann var álitinn hvítur og hún álitinn svört. He could do what he wanted to, but not her. Hann mátti gera sem hann vildi en ekki hún. It was the kind of messed up society that I lived in. Það var allt í rugli, þetta þjóðfélag sem ég búi á í. So now Cindy Jacobs asked the question. Svo spurði Cindy Jacobs. Do you love your city? Elskar þú borgina þína? And I knew that I did not love my Og city. ég vissi að ég elskaði hann ekki. And in order for me to love my city again. Og til þess að ég gæti elska borgina mín aftur. I needed to have an encounter with the love of God. Þá þurfti ég að mæta kærleika Guðs. I needed to let him love me first. Ég varð að leyfa honum að elska mig fyrst. Because even though I knew the different kinds of words for love in the Bible, Og jafnvel þótt að ég kunni ýmis orð yfir ástina í Biblíunni eða kærleikan í Biblíunni. I knew the Greek and the Hebrew concerning love. Ég þekkti grískuna og hebrískuna, allt I í sambandi við never kærleikan. knew the experience in my heart. En ég var ekki búinn að upplifa að fá þessu upplifun í hjarta. And I needed to let him love me. Og ég varð að leyfa honum að elska mig. And so there was this tall English guy standing next to me, sitting next to me. Það var hávaxinn englendingur sem sat í hliðina á mér. He was a pastor from London somewhere, I think. Hann var pastor einhverstaðar frá London. And so I was, we were praying. Og við vorum að biðja. And I don't know what happened. Og ég veit ekki hvað gerist. I came face to face with God and his love. Og ég mætti bara augliti til auglitis kærleika Guðs. I wept that day. Ég grét þennan dag. I felt so embarrassed when I was done. Og ég var svona, fór eiginlega hjá mér og skammaðist mín hálfpartinn. But it was the most amazing experience of my life. Þetta var ein undursamlegasta upplifun lífs míns. Because I sensed that day that God was just washing away all the stuff Mér of fannst the þess að Guð past. væri bara einfallega að þvo í burtu allt þetta, allan þennan skít. And it was only his love that he was bringing inside of me
that could cause me to love my city Og again. það var bara þessi kærleikur sem að flætti innan með mér þarna sem að hjálpaði mér að elska borgina mína. It was the most amazing thing. Og þetta var bara stórkostlegt. The joke is, I come home, En svo kem ég heim I come out the airport pushing my trolley. og ég að íta þarna kerrunni minni, þarna töskukerrunni. I had been so changed by the power of God Ég var orðinn svo breyttur vegna krafts Guðs. that my family didn't even recognize me. Fjölskylda mín þekkti mig ekki einu sinni. Og það var að finna við það. I had an encounter with God. Ég mætti Guði. One thing I realized that in order for the love of God to be perfected in my life, Það er eitt sem ég komst að ef að kærleikurinn á fullkomnast í mér, I needed to respond to it. þá varð ég að bregðast við þessum kærleika. You see, love on every level Ást í öllum myndum is not just a good feeling or a good idea. er ekki bara einhver góð tilfinning eða góð hugmynd. Love on every level is an active thing. Ást á öllum stigum er svona, hvað segir maður, þetta er verklegt. Love is practical. Þetta er praktísku hlutur, þú þarft að framkvæma. Love is radical. Og þetta er róttækur, kærleikurinn er Love róttækur. stirs up feelings and emotions. Og hann hrærir upp tilfinningar innan með okkur. And love demands a response. Og kærleikur, hann fer fram á viðbrögð. Okay, I'm married 33 years, praise Ég er búin God, að vera giftur í 33 ár, lofsið Guði, to the most gorgeous chick on the planet. til frábærustu konu í heimi. Now imagine Anne had to just show love to me and I did nothing in return. Ég myndi ykkur að Ann þyrfti að sína sér sína ást og ég gef henni ekki tilbaka. She would have left me in a month. Hún hefði farið frá mér eftir svona mánuð. She would have been out of there. Hún verið löngu farin. Love has to be reciprocal. In other words, giving and receiving. Já, kærleikurinn virkar í báðar áttir. Það þarf að gefa og þiggja. We need to respond to love. Og við þurfum að bregðast við þessum kærleika. God's love is alive. Guðs kærleikur er lifandi. God's love is real. Og hann er raunverulegur. God's love is radical. Og hann er róttækur. God's love is life-changing. Guðs kærleikur breytir lífi manns. Guess what? His love provokes a response from you today. Og kærleikurinn hans kallar á viðbrögð frá þér í dag. And so as Paul prays in that scripture, as he prays for the Ephesians, Og þegar Páll er að biðja fyrir Efesusmönnum þarna í þessum ritningarstað, he prays about their response to the love of God. þá biður hann fyrir viðbrögðum þeirra við kærleika He Guðs. prays that they would be rooted and established in love. Hann biður þess að þeir mættu vera rótaðir í kærleika. In other Rótfestir. words, that love would be the foundation for everything they do. Að kærleikurinn er grundvöllur alls þess sem þeir gera. We cannot do anything for God without the love of the Father inside of Við us. getum ekki gert neitt fyrir Guð án þess að hafa kærleika hans innra með okkur. When I was standing and experiencing the love of God that day, Þegar ég stóð þarna og var að upplifa ást Guðs þennan dag, I realized how I missed vital points in my ministry because I didn't know the love of God at that level. þá skildi ég hvernig ég fór á mis við marga hluti í minni þjónustu því ég þekkti ekki kærleika Guðs á þessu stigi. We cannot do anything for God unless we know His love. Við getum ekki gert neitt fyrir Guð nema við þekkjum kærleika hans. Paul prays that they may be able to understand the eternal dimension of this love. Og Guð biður þess að þeir mættu skilja eiginlega hvað segir maður, bara rými kærleika Guðs. This love cannot be measured. Það er ekki hægt að mæla kærleika Guðs. You cannot weigh it. Það er ekki hægt að vikta hann. You cannot count it. Þú getur ekki talið hann. You cannot evaluate this love in any Þú way. getur eiginlega ekki verðsett ást hans á Because hátt. just when you think that you have done everything in your power to cause God to dislike you, He still loves you. Því að þegar þú heldur að þú hefur gert allt sem á þínu valdi stendur til þess að fá Guð til þess að mislíka við þig, It þá elskar hann doesn't- ennþá. It doesn't matter what you do. Skiptir engum máli hvað þú God gerir. just loves you over and over and over again. Hann elskar bara aftur og aftur og aftur. That's the kind of God that I serve. Og það er akkurat svona Guði sem að ég þjóna. And that's why sickness Og þess vegna er það sem að veikindi eða and sjúkleiki disease og sjúkleiki and all kinds of evil must flee og alls konar illt verður að flýja
when the love of God enters the room. Þegar að kærleikur Guðs kemur inn í herbergið. Because the love of God cannot and will not be controlled. Því að ást og kærleikur Guðs mun aldrei láta stjórna sér. And the enemy doesn't know the end or the beginning of it. Og óvinurinn hann þekkir ekki byrjunin eða endan á kærleikans. And then Paul prays that they may know a kind of love that cannot be reasoned. Svo biður hann að þeir skilji þennan kærleika sem ekki hægt að í rauninni fást við. Paul says that they may know this love. Þeir mættu þekkja þennan kærleika. Now, when he uses this verb to know, og þegar hann notar þessa sögn að þekkja, Paul's not talking about gaining some information. þá Páll ekki að tala það að fá einhverjar upplýsingar. When I say I know Sipa, most of you would just say, oh, she's the pastor at Smara Kirkja. Þegar ég segi ég þekki Sippu, þá náttúrulega pastorinn í Smárakirkju. In other words, you have some information about her. Það einhver svona upplýsingar sem þið hafið hana. That's not what he's talking about here. It's not what he's talking about. Það ekki þetta sem hann að tala When he talks about getting to know love, þegar hann talar að byrja að þekkja ástina, he's talking about an intimate relationship between you and the love of God. Þá hann að tala náið samband milli þín og kærleika Guðs. Where that love fills your mind and your heart and your being. Þegar þessi kærleikur fyllir huga þinn, hjarta þitt og þína and alla your veru. heart Og hjarta and þitt. your liver and your kidneys. og lifrin og nýrun og where it just fills every part of you. þegar hann fyllir allt. Where you begin to walk that love. Þegar þú byrjar að ganga í þessum And kærleika. talk that love. Byrjar að tala þennan And kærleika. act that love. Byrjar að And do that love. framkvæma þennan And kærleika. be that love. Og vera Sorry. þessi kærleikur, that's okay. Where that love of the Father just begins to describe who you are. Þegar þessi kærleikur byrjar að lýsa því hver þú ert. That's what it means to know the love Það of þetta God. sem að það þýðir að þekkja God kærleika wants Guðs. you to know His love at that level. Guð vill að þú þekki kærleika hans á þessu stigi. This love needs to get inside of us and transform us bit by bit. Þessi kærleikur þarf að komast inn í okkur og byrja að breyta okkur. Now, we used to sing this hymn in church. Við sungum einu sinni þetta lag í kirkju. Where's Inga? Do you remember this hymn? When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. Well, we used to sing this hymn every time we had communion. Við sungum ákveðin sálm í hver skipti sem að við höfðum svona brauðsbrotningu. Now, this last verse Og þetta síðasta erindi says this. Says, segir þetta. don't interpret it. I'm going to explain what it means. It says, well, the whole realm of nature, mind, that word present far too small, love so amazing, so divine, demands my life, my soul, my all. This is what it means. Og það þetta sem að þetta It verst þýðir. means that if everything about nature was owned by me, Ef allt í náttúrunni, ef ég ætti allt í náttúrunni, if I owned the moon ef ég ætti tunglið and the stars og stjörnurnar and every planet og in the alla universe, plánetur í himingeimnum, that would be too small an offering það væri of lítil fórn to give in exchange for the amazing love of God. til þess að gefa í skiptum fyrir ótrúlegan kærleika You Guðs. cannot give God a gift in exchange for His love. Þú getur ekki gefið Guði gjöf í skiptum við kærleika hans. The only way that you can respond is with your life. Það eina leiðin sem að þú getur brugðist við kærleika hans með lífið þínu. That's the only way that you Og can það eina respond. leiðin. Amen. God's love demands a faith response from us. Guðs kærleikur fer fram á trúar viðbrögð frá okkur. You know, there's different ways that we can respond to this. Og það eru mismunandi leiðir sem að við getum brugðist við þessu. You know, you can respond to the love of God and just totally reject it. Þú getur brugðist við kærleika Guðs með því bara hafna honum. There was a rich young man in Mark chapter 10 verse 21 and 22. Það var ríkur ungur maður í Markúsar Guðspjalli. He came face to face with that piercing love of Jesus. Og hann einmitt stóð andspænis þessum kærleika Guðs. In the English,
Og í ensku þýðingunni, That first verse says, Jesus looked at him and loved him. segir í fyrsta versinu, Jesús horfði á hann með ástúð. I don't know what it says in Icelandic, but that's really what it says in English. And then Jesus, after Jesus looked at him and loved him, Jesus said to him, now go sell everything you have and give it to the poor. Og eftir að það gerist þá sagði Jesús við hann að hann ætti að fara og gefa allt sem hann átti. And his response to the love of God is he walked away. Og hans viðbrögð í kærleika Guðs voru þau að hann gekk í burtu. Now you can also respond with shame. Og þú getur líka brugðist við kærleika Guðs með skömm. And you feel totally undeserved like the prodigal son. Og finnst þú ekki hafa neitt velleika eins og glataði sonurinn. He decided that he didn't deserve his father's love anymore. Hann komst að þeirri niðurstöðu að hann ætti ekki skilið að fá kærleika föður síns lengur. And that he would not be a son anymore, he would be a slave. Og hann myndi ekki vera sonur lengur heldur þræll. Well, you can respond like that if you want to. Þú getur brugðist þannig við ef þú vilt. Feeling undeserved, Finnst þú vera that someone could love you after all you've done. finnst þú ekki skilið að vera elskaður eða elskuð eftir allt sem að þú hefur gert. You can respond with shock. Og þú getur brugðist við með því að vera bara algjörlega sjokkeraður. That such a great God could find you Að svona stórkostlegu Guð getur fundið þig and love you. og elskað þig. Because in your lifetime, Af því á þínum líftíma no one has ever really loved you þá hefur enginn í raun og veru elskað þig. and loved you enough to make you feel important. Eða elskað þig nægilega mikið til þess að þið finnist þú vera einhvers virði. Now, those are some of the ways you can respond. Þetta eru bara nokkra leiðir sem að þú getur brugðist við kærleika Guðs. Or Eða you can respond by faith þú getur brugðist við í trú. and simply just say, Og bara sagt einfallega, I can't explain how you love me, ég get ekki útskýrt hvernig þú elskar mig, but I just know that you do. en ég bara veit að þú gerir það. And now, oh God, I receive your love. Og núna þá meðtek ég kærleika þinn Guð. You gotta place yourself in a position to receive his love. Þú verður að setja þig í stöðu til þess að taka á móti kærleika hans. I need to say to everybody in this room today, Og hann vil segja við hvert sem í þessu herbyggi. there is not one person sitting here today that doesn't deserve the Það love of God. engin manneskja sem situr hér í dag sem að á ekki skilið kærleika Guðs. Yes, you deserve it. I don't care how many years of misery you caused your family, Það skiptir ekki máli hversu mörg ár þú brást fjölskylduðinni, but you deserve the love of God. en þú átt engu að síður skilið kærleika I don't know Guðs. how many people you hurt in your life, Ég veit ekki hversu marga þú hefur sært í þínu lífi, but you deserve the love of en God. þú átt skilið að fá kærleika Guðs. So we're leveling the playing field right now, and every one of you deserves a chance at the love of God. Þannig að það eru allir á sama stað þegar allir skilið að upplifa kærleika Guðs. Have you ever stood before God in your life, Hefur einhvern tímann staðið frammi fyrir Guði í þínu lífi and instead of asking him for all kinds of stuff like we normally do, í stað þess að biðja hann alls konar hluti eins og við gerum oft, where you just said to him, getur þú þá setið bara með honum Father, og sagt við hann, I receive your love Faðir, ég meðtek kærleika þinn, for me. He gives it freely. og hann gefur þennan kærleika And án all he endurgjalds. wants is for you to receive it. Og það eina sem hann vill bara að þú takir á mótunum. You know something? God doesn't want you to do anything other than receive his love. Veistu það að Guð vill ekki að þú gerir neitt annað en að taka á móti kærleika sínum. He doesn't want you to jump. He doesn't want you to swing. He wants you to just stand there and receive. Hann vill ekki að þú hoppir eða sveiflir þér, hann vill bara að þú standir hérna og takir á mótunum. So you need to let your guard down. Þannig að þú þarft að setja varnaveggi niður, Pull the walls down around you. byrja að rífa niður veggina sem er í kringum þig Let your pride go. og lefa stoltinu þínu að hverfa. Stop the arguments and the excuses Hætti að rífast og hætti að afsaka þig and just let him love you. og leið honum bara að elska þig. One of my love encounters with God happened in the year 2000. In the year 2000, Ég átti aðra svona kærleiks upplifun árið 2000 and it was my eldest kid og elsta barnið mitt got involved with some bad friends. lenti í óheppilegum vinskap Now you need to understand we were a very, very close family. og þið verið að skilja það eiginlega, við vorum mjög náin fjölskylda.
So at 16 years old, she decides that she was going to not stay with us anymore. Þannig að 16 ára gömul þá ákvað hún það að hún ætlaði ekki að vera hjá okkur lengur. And that our rules were too tough. Og hún komst að þeirri niðurstaðar okkar reglur væru strangar She didn't want to be in our house. og hún vildi ekki búa í okkar húsi. Believe me when I tell you that there was absolutely nothing I could do. Og trúiðu mér, það var ekkert sem ég gat gert. I am still able to in a sense, control my 22-year-old and my 18-year-old. Ég get ennþá svona nokkurn veginn stjórna mínum 22 og mínum 18 And they listen to me today. og þau hlusta á mig í dag, But there was nothing I could do with that en það 16-year-old. var ekkert sem ég gat gert She just við said to þessa me, 16 ára stelpu. I don't want to be with you. Hún sagði bara, ég vil bara ekki vera með ykkur I'm leaving. og ég ætla að fara. It was the day before my birthday. Og þetta var daginn fyrir afmælisdaginn minn. Birthdays in my home are important days. Afmælisdagar eru mikilvægir í okkar húsi. We party, we do all kinds of stuff. Það er veisla og það er alls konar uppákomur. That birthday was the most miserable of my life. Þessi afmælisdagur var svo allra verst í öllu mínu lífi. I sat there, I had condemned myself that day. Ég sat þarna og ég hafði fordæmt sjálfa mig þennan dag. I was preaching the gospel. Ég var að predika fagnaðarerindið I was leading people to og Jesus. ég var að leiða fólk til I kærleika Krists. just started a new church, and the church was 2 years old. Og ég var búin að komast að annarri kirkju. Exactly Hún var 2 ára 2 years old. gömul. Hún var akkurat 2 ára gömul. And there I was at a place that I wanted to give up life and ministry and everything. Og þarna var ég á stað þar sem að ég vildi bara gefa allt saman upp, bara starfið og þjónustuna og lífið. And my telephone rings, Og síminn hringir þá and it's a cousin of mine on the phone. og þetta frænka eða fransískinni. And she comes over to my place. Hún kemur til mín She says, I was praying for you, og hún segir, ég var að biðja fyrir þér. and the Lord said, go to him now, he needs you. Og dóttirin sagði við mig, farðu þangað núna, hann þarf að halda. She came over, she just looked at me, I did not even have to say anything. Hún bara leit á mig og ég þurfti í rauninni ekki að segja neitt. And she began to minister. Og hún byrjaði bara að þjónusta til mín. But she ministered the love of God into my life. En hún þjónustaði kærleika Guðs inn í líf mitt. And that was another occasion that I just had to drop my defenses. Og þetta var svona annað dæmi þar sem að ég þurfti bara algjörlega að leggja niður alla vörn. I can tell you it wasn't easy, Og þetta var ekki auðvelt. because I had all this junk going through my mind. Af því að það var allt þetta rusl sem að var í gegnum But huganum. I had to she said to me, don't try to argue with this. En hún sagði mig, ekki vera að reyna að standa í gegn þessu. Drop your defenses and drop your pride and just receive his love. Legðu niður vörnina, legðu niður stoltið og takta móti kærleika hans. Because right now God's not blaming you for anything. Af því að núna þá Guð ekki að ásaka þig neitt. He only wants to love you. Hann vill bara elska þig. Well, I let him love me that day. Og ég leyfði honum að elska mig þennan dag. And once again, I was an emotional mess. Og enn einu sinni þá var ég svona tilfinningaleg hrúa. But after that experience, En eftir þessu upplifun, I learned something. þá lærði ég svolítið. A year later, Árið setna, my daughter came home. þá kom dóttir mín heim. And I don't have time to go into the story. Og ég ætla svo sem ekkert að fara í gegnum alla söguna. It was a Monday. En þetta var á mánudegi. On the Sunday, Á sunnudeginum, I had been preaching the story of the prodigal son. þá hafði ég verið að predika glataða soninn. And I'd been preaching about this father that needed to receive his son home. Og ég var búin að segja frá þessum föður sem að þurfti að fá að sjá son sinn aftur It og fá was hann a heim. great service. Þetta var frábær samkoma. And I picked up my Bible and I walked out of church. Og ég tók biblíuna mína upp og ég gekk út úr And the kirkjunni. Holy Spirit stopped me Og heilagur andi hann stöðvaði mig and said to me, og sagði við mig, are you ready to receive your daughter back as a prodigal? ert þú tilbúin að taka á móti dóttur þinni sem að var glötuð? Now listen, if I did not have that love encounter a year ago, Ef ég hefði ekki átt þennan kærleiksfund þarna ári áður, I would not have been ready for it. þá hefði ég ekki verið tilbúin. Because I promise you, I had not seen her for a year. Því að ég hefði ekki séð hann í heilt ár. When I saw her this time, Þegar ég sá hann að þetta skiptið, she was 8 months pregnant. þá var hann komin 8 mánuða á leið. She was looking not like my daughter. Hún leit ekki út fyrir að vera dóttir mín. She was a mess. Hún var bara alveg í steik. She looked like the prodigal son. Og hún leit út eins og glataði sonurinn.
But God had divinely placed me in a position so that I could receive her back En á yfirnáttúrulegan hátt hafði Guð sett mig í þessa stöðu þannig að ég gat tekið á móti henni. and love her with the love of Og ég Jesus. gat elskað hana með kærleika Jesú Krist. He put that love in my Og heart. hann setti þennan kærleika í hjarta mitt. Now, why is a love encounter with God so necessary? En af hverju þessi kærleiksfundur með Guði svona mikilvægur? Because when His love fills your life, Því að þegar kærleikur hans fyllir líf þitt, evil is driven away. þá fer allt þetta illa í burtu. You see, darkness must flee when light is introduced. Myrkur, það verður að hverfa þegar að ljósið kemur. That's all you need to do. Open your love and just say to God today, I receive your Og það er þetta love. sem við þurfum að gera. Þið þurfum bara að opna líf ykkar og segja við Guð, And when ég tek you- á móti kærleika þínum. When you do that, darkness in your life has to go. Og þegar þú gerir þetta, þá verður myrkrið í lífið þínu að hverfa. Because the glorious light of the love of Jesus will just begin to invade your life. Því að dýrðaljós kærleika Krist, það bara ræðist inn í lífið þitt, gerir innrás. And everything that is dark and ugly Og allt það sem er dimmt og ljótt will have to flee. verður að flýja. Why is a love encounter important? Af hverju svona mikilvægt að eiga þennan kærleiksfund með Guði? Because we will never be able to love others if His love is not first manifested in our Af hearts. því að við getum ekki elska aðra nema að kærleikur hans hafi opinberast í okkar hjörtum. John 4:10-12 says, This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. He says, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Og það segir svona í fyrsta bréfi Jóhannes, 4. kafla 10-12 versi. Þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son til að vera friðþæging fyrir syndir vorar. Þér elskaðir fyrst Guð hefur svo elskað oss, þá ber einnig oss að elska hver annan. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð, ef við elskum hver annan, þá er Guð stöðugur í oss og kærleikur hans er fullkomnaður í oss. Those of you that are trusting God to be of service for Him, Þið sem að treysta Guð til þess að hjálpa ykkur, you can never love a dying world þú getur ekki elskað deyjandi veröld without the love of the Father first invading your own án life. þess að þú leyfir kærleika föðurins að gera innrás í þitt eigið líf. And if I were to start a Bible school, Og ef ég ætti að stofna biblíuskóla, this would be the first thing that I would introduce the students to. þá er það fyrsta sem ég myndi kynna fyrir nýjum nemyndum. You cannot minister to a dying world without the love of the Father. Þú getur ekki þjónustað til deyjandi veraldar án þess að hafa þennan kærleika Guðs. And then the final reason why a love encounter with God is necessary Og svo er það síðast ástæðan fyrir því að þessi kærleikur Guðs í okkur er mikilvægur. because it is impossible to live in obedience without the love of God in our hearts. Því að það er ómögulegt að lifa í hlýðni án þess að hafa þennan kærleika Guðs í okkur. Check the scriptures out. Ef við kíkjum aðeins í ritninguna, John 14:15. þá er það Jóhannesar Guðspjall 14. kapli og 15. vers. You love me, you will obey what I command. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Verse 24. He who does not love me will not obey. Og í 24. versi, sá sem elskar mig ekki, varveitir ekki mín orð. Now I could have flooded you with scriptures today, Ég geti komið með alls konar ritningavers til ykkar í dag, but you get the idea. en þið skiljið hvert ég er að fara. God wants to love you. Guð vill elska þig. It's not just a matter of coming to the altar and let somebody pray for you and push you over whatever people Þetta do. er ekki spurningur að þú komið bara hérna að altarinn og leifir einhverjum að biðja fyrir þér og íta við þér. You don't receive anything other than a push over or what. Það er bara akkurat það sem þú farið bara, einhver íta þess við þér. You need to just come here and drop your defenses and say, Þú þarft- God,
just love me Þú now. þarfst bara að koma hér og láta varnirnar niður og segja, Guð, komdu bara og elskaðu mig. Love me. Elskaðu mig. I'm not coming to you with my requests. Ég er ekki að koma með einhverjar fyrirspurnir. I'm coming to you with my heart. Ég er að koma til þín með hjarta mitt. Friends, let him love you. Vini, leyfið honum að elska ykkur. Let him love you. Leyfið honum að elska þig. Let him love you. If you've never experienced love before, Ef þú hefur aldrei upplifað kærleik áður, let him love you in a way that you've never experienced before. leyfðu honum að elska þig á hátt sem að þú hefur aldrei upplifað áður. Let's pray. Skulum biðja. Father, we thank you for your